Góðan daginn, Erna heiti ég, ráðgjafi hjá Væs. Í dag ætla ég að fara yfir með ykkur þekktar færslur í banka. Þekktar færslur eru færslur sem að koma ítrekað inn á bankareikningin. Til dæmis eins og hjá sveitarfélögum, staðgreiðsla frá ríkisféhirði, koma nokkrar í mánuði, útsvar frá sama aðila, þjónustugjöld, innheimtugjöld frá banka, innborganir frá greiðslumiðlunum og viðskiptamönnum jafnvel. Og við byrjum á því að fara í að fara í gegnum uppsetningu og tek smá dæmi. Svo þurfum við að setja upp í hvaða færslubók þessar færslur bókast, þeir eru bókaðar, sækja bankahreyfingar og svo sækjum við þekktar færslur og svo að lokum er færslubók bókuð. Svo ég ætla bara að skella mér hérna yfir í Navision, fer hér í hlutverk bankasamskipta og þekktar færslur, uppsetning. Hér eru búið að setja upp tvennar færslur. Annars vegar er þetta vegna pósa, eða eitthvað frá greiðslumiðlun og hins vegar ríkisféhirðir vegna staðgreiðslu. Og ég ætla að bæta við líka greiðslum. Svo ég ætla bara að setja núna inn ríkisféhirði útsvari. Það fer inn á sama banka 0101 og höfuðbókin 26 og reikningurinn er svo sami og hérna fyrir ofan. Það er alltaf að passa að hafa þetta 6-stafa númer og svo tilvísun. Það sést á bankayfirliti hver tilvísun er og svo er seðilsnúmer, það er TBR og svo yfirleitt eitthvað númer þar á eftir. Svo við höfum hér, þá viljum við taka allt sem er TBR, efst á TBR og haka hérna í seðilsnúmer finna svipað. Og svo er þá hér sett hver þetta á að bókast hjá okkur, deildin og fjárhagslykil og lýsingu sem er þá alltaf í línunni. Svo gætum við sett hérna upp fyrir innheimtugjöld og banka. Þá er ég með annan bankareikning sem er í banka 0102, höfuðbókin 26, reikningsnúmer. Og þá er hérna, sé ég í bankanum að tilvísun er alltaf innheimtugjöld, svo ég set það hér. Kópar þetta bara, kemur þetta rétt yfir. Og setja deildina sem að það var bókast á. Vitlaus reitur, innheimtugjöld. Og lokum setjum við hérna dæmi viðskiptamann sem er að borga fasta upphæð í hverju mánuði vegna viðskiptaskuldar. Og þá kemur alltaf fram í tilvísun á yfirliti kennitala viðkomandi. Og við ætlum bara að bóka ef upphæð afmörkunar er nákvæm upphæð. Ef það er af því að það er búið að semja ákveðna tölu sem er greidd og við ætlum bara að bóka hana svona sjálfvirkt. Ef viðkomandi borgar eitthvað annað, að þá kemur það ekki inn. Og það er 8.300 krónur. Þetta færist þá á viðskiptamann og viðskiptareikning eftir hvað þetta er, segjum bara hérna fasteignagjöld. Þessi atriði ætla ég að þessar færslur koma reglulega inn
og þá get ég bókað þær miðað við þessar forsendur. Ef kemur upp að einhverjar færslur, maður er búin að skilgreina eitthvað kemur ekki inn, þá er þetta náttúrulega fyrst og fremst að skoða, er þetta nákvæmlega eins tilvísun og bankinn er með eða seðilsnúmer eftir hvað er verið að, og svo er hægt líka að bóka eftir að hafa sem bunkanúmer í bankanum. En algengast er tilvísun og seðilsnúmer sé notað. Og skýring færslu, það er ef sérstaka skýringu er alltaf að ræða í bankanum. Það er alltaf skýring, kannski eins og hér það sem er tilvísun kennitala, ef skýringin væri alltaf kennitala viðkomandi, þá væri hægt að nota það til að leita eftir færslunni. Og þannig að skjóta þetta niður og förum hér í stofngögn bankasamskipta. Og hér undir bankareikningar er sett upp sniðmátt færslubókar þekktar færslur. Að velja þá færslubók sem við viljum að þetta fari í. Og hérna ætlum bara að vera millifærslubók. En það vissulega verið hægt að vera jafnvel með sérbók fyrir þetta. Það er bara hvað hver og einn vill. Og forsendur þessi en að geta keyrt þessar þekktu færslur er að vera búin að sækja rafrænt bankayfirlit, innlestur bankareifinga og bankareikningar og sækja færslur. Ég er ekki tengd svo að ég get það ekki, en að það sé búið. Sækja færslur, koma og skráning. Bara sama ferli og þið sækið þegar þið eru að fara að stemma af bankareikningin. Þegar það er komið, er þekktar færslur, þá er það farið í þekktar færslur uppsetning og finna þekktar færslur. Og setja inn hreyfingardag og við ætlum að sækja til einhvers ákveðins tíma, kannski jafnvel langt og við erum búin að sækja yfirlit. Ég er nú að gera hérna punktur til 31. Segjum bara 22. febrúar, ég er endar með gömul gögn, svo það er með 2012. Þá er ég að sækja núna í rauninni janúar og febrúar. Og í lagi á að bóka línurnar í færslubókina, þá getur bara sagt já og það er bókað, en ég ætla að segja nei og kíkjum aðeins í færslubókina og finnst maður að byrja á þessu að skoða færslubókina. Opna færslubók. Þá erum við komin hér með fullt af færslum. Hérna eru innheimtugjöldin frá bankanum. Ríkisféhriðir, slatti af færslum frá honum og pósinn. Já, líklega engin færsla verið á viðskiptamannin. Og svo væri þá bara að bóka þessa færslubók. Og þessar færslur merkjast þá að það sé búið að bóka þær, svo þær koma ekki aftur þegar þið lesið svo inn næst og gerið 31.3. Það er ekki marsmánuð, að þá kæmu þær ekki með líka. Að þær eru merktar að sé búið að færa þær yfir. Já, það er ekki nema að vona að viðskiptamæðurinn hafi ekki komið þar sem ég hef virkilega eytt út línunni. Prófum þetta hérna í lokin. Og þá var ég hérna með nákvæma upphæð, 8.300.
Ég ætla ekki að henda, ég ætla að eyða þessum færslum en ekki að bóka þær. Mæla ekki með að eyða þeim, nema bara maður ætla ekki að bóka þær. Og ég ætla að sækja aftur hérna til 28. febrúar. Já, þá eru konar hérna 3 innborganir á þennan viðskiptamann. Þá bara læt ég þetta gott heita og þið bara hafið samband ef að einhverjar spurningar vakna og hveti ykkur til að skoða þetta og prófa. Takk fyrir, bless bless.